Nettamótið í körfubolta eitt stærsta íþróttamót sem haldið hér á landi. Á annað 1000 krakkar mæta hér til leiks og keppa í körfubolta. Hvað hafið þið farið oft á nettamótið? Svona 4 sinnum. 4 sinnum, 5, nei 4 sinnum. Og hvað það skemmtilegasta við nettamótið? Að keppa. Já, keppa. Hvað erfiðasta liðið? Grindavík. Þið sjálfar? Já. Hvað hlakkið þið mest til að gera? Bara að keppa meira. Falur Harðarsson, mótsstjóri. Þetta 25. nettamótið núna í ár. Hvað geturðu sagt okkur þetta mót? Ég meina, mótið mjög fjölmennt eins og vanalega. Það svona luxus sem við búum yfir hérna. Á síðasta ári voru rétt rúmlega 1200 krakkar á mótinu og við getum bara ekki tekið við svona mikið af krökkum eins og mótið var að þróast. Þá ákvaðum við að taka elsta aldurinn af sem 11 ára krakkar. Þau að keppa á Íslandsmóti og í dag þetta 10 ára og yngri og núna á þessu móti 1100 krakkar. Og miðað við það í fyrra voru skal ég segja 200 börn á elsta ári. Þannig að við hefðum verið, miðað við þær tölur, þá hefðu verið 1300 krakkar í ár. Og ástæðan fyrir því að þið tókuð þarna elsta árið út að mótið sprakk það bara í fyrra, eða? Já, í raun og veru. Það eina sem við viljum ekki vera allan sunnudaginn að spila. Við viljum gefa fólki kost á að komast heim til sín. Það eru lið alls staðar að landinu. Ísafirði og Patreksfirði, Akureyri, Egilsstöðum. Þannig að það svolítið langt ferðalag að fara heim til sín á sunnudagskvöldi. 1100 manns, og hvað þetta margir vellir hér? Þetta allt Suðurnesin eða? Við erum hérna í Reykjanesbæ. Við erum með 6 velli hérna í TM-höllinni. Við erum með 2 velli í Íþróttahúsinu í Njarðvík. Við erum með 2 velli í Heiðarskóla og 2 velli í Akurskóla og svo erum við með 1 velli í Myllubakkaskóla. Hvað þetta mörg lið sem að koma hingað til Reykjanesbæjar til þess að keppa? Þetta eru 13 vellir. Þetta eru 23 félagslið sem að mynda 194 minni mig keppnislið í mótinu og þau eru að spila þá skemmtilega tölu 444 leiki. Hvernig hefur ykkur gengið á mótinu, strákar? Bara vel. Vel. Hvað það skemmtilegast við nettamótið? Kvöldvakan. Kvöldvakan. Að fara bíó eða? Hvað hlakkið þið mest til þess að gera? Sjá kvöldvakana, það glad. Já. Hvað erfiðasta liðið? Við. Já. Hvað hafið þið komið ofta á nettamótið? Tvísvar. Það margt í gangi á þessu móti, mikið að vera, getur þú sagt okkur aðeins frá því? Já, það fara allir krakkarnir í bíó og allir krakkarnir spila náttúrulega körfubolta. Og svo erum við með hoppukastala og alls konar afþreyingu í Reykjaneshöllinni. Svo boðið upp á frítt í sund og það bara activity allan tíman meðan að krakkarnir eru vakandi. Svo það kvöldvakan, hún er nú alltaf skemmtileg? Já, kvöldvakan verður í kvöld og það mikið leynd yfir henni, klukkan 8:30 í kvöld. Segðu mér aðeins frá undirbúningnum, þetta hlýtur nú að vera rosalegur undirbúningur fyrir svona stórt mót. Já, það gríðarlega í mörg horn að líta og við erum náttúrulega með unglingadeildirnar hérna í Keflavík og Njarðvík standa mjög þétt saman í þessu verkefni en svo náttúrulega þarf að sé ég eiginlega alveg að raða öllu leikjunum niður og það ansi mikið púsluspil. Það eru krakkarnir allir hér sem spila körfubolta fara nú ekkert heim til sín þeir sem eiga heima út á landi og hvar gista þeir þá hérna í Keflavík? Það í öllum skólunum í bænum. Er það allir skólar fullir? Já, það má segja það. Við erum með, ætli það sé ekki svona, örugglega sama tala og iðkendum. Þó að Keflavík og Njarðvík eru ekki að gista. Þá eru náttúrulega foreldrar sem fylgja öllum börnunum. Þannig að við giskum á að sé svona í kringum 1000 manns, rétt rúmlega, sem að gista í skólunum. Hvað það skemmtilegast við nettamótið? Spila. Hver uppáhalds körfuboltaleikmaðurinn ykkar? LeBron James. Hvað erfiðasta liðið? Við. Hvað hafið þið farið oft á nettamótið? Fyrsta skipti.
skipti. Fyrsta skipti. Og hvað er það skemmtilegasta við að koma hingað? Keppa. Keppa. Svali Björgvins, þetta er 2015 nettómóti, hvað hefur þú komið hingað oft? Ég hef ábyggilega að koma næstu í 25 sinnum, þannig að ég er næstu búinn að vera hérna allan tíman maður. Ég er búinn að vera nógu mörg mót. Þú ert þjálfari Vals, eða ekki? Já, ég er foraldri, áhorfandi og þjálfari, þannig að ég er bara hérna til að gera allt í þarf. Og hvað er þetta að gefa svona krökkunum? Þetta gefur þeim bara hrikalega mikið, þetta er bara frábært, er þetta ekki skemmtilegt mótrakar? Ha? Er þetta ekki geðveikt? Þetta er geðveikt mót, þetta er frábærlega flott. 1, 2 og frábært. Það segja þessu 2015 nettómóti lokið og við vonumst ykkur sjálfsagt flest á næsta ári. Takk fyrir það.